Heyrðu, hér eru konir mær. Mér eru konir. Ég byrja á, ég var svolítið seinn. Betra seinn en aldrei, eða ekki svoleiðis? Jú, ég var bara, við vorum búin að ákveða að gera þátt saman og... Já, þú bara í kaffi niður í bæ. Þú ert búin að vera svo mikið að flakka frá Reykjavík og Akureyri að þá, lítið búin að vera í bænum. Já, þetta búið að vera að plana hjá okkur smá tíma reyndar að reyna að hittast. Það var aldrei náð að hittast þegar ég kem suður, þannig að það komið tíma það og svo þegar ég kem þá býð ég eftir þér. Svo komst þú, svo við segjum fólki söguna, svo erum við búin að svona hálfpartið mæla okkur móti í það og þú sendir ég læti vita ef þetta gengur ekki. Já. Og ég var einhvern veginn svo vanur að þetta væri flókið hjá okkur að ég las það að ég læti vita ef þetta gengur. Þannig að svo bara fer ég í síman og búin að vera sita við vinn í morgun og fór ekkert á Instagrami og þá sé ég bara að þú búin að býja. Þannig að... En alltaf að við erum komnir hér. Við erum komnir hér. Þetta gekk á endan. Falleg farar heill. Alltaf. Hvað fyrsta sem að ég tek eftir er bara dressið. Já. Hvað er ekki allir alltaf svona flott dressaður? Já, ég bara elska að klæða mig upp. Það er eiginlega bara... og öðru sér líka, ekki alveg kannski bara í forminu, ekki í svart og hvítu, Okay. Þannig að mér finnst mjög gaman að brjóta upp og klæða mig svona, stílhreint og vera bara fancy á því. Hvað er maður að gera það fyrir sjálfa sig, eða? Ég gera fyrir sjálfa mig, mér líður langt best að klæða mig svona, þannig að mér líður illa ef ég klæði mig svona í einhver öðru sig galla, þá er ég ekki bara ég, Og klæðir í hettupeysur og okkur? Já, nei, ég get það ekki. Ég á ekki svona hettupeysur, þannig að... Hvað er þetta, Ég á ekki svona gallabuxur, En það er svoleiðis, hvernig býður þetta eru... Þetta eru kakibuxur, Þetta eru kakibuxur. En það er svona næsti sem ég á, að við erum ekki jakkafull að þá er það í þessum dúr, þannig að... Er þetta þú ert svolítið í, nú erum við bara yfir há og vetur á Íslandi og maður sér svona, fólk er oft dálítið klætt í grátt og svart. Já, svona döðulitina, svona bara klassísku, öruggulitina. En ég klæði mig, mér finnst mjög gaman að klæða mig litríkt. Líka bara það svona, það gefur orku frá manni. Þú gefur frá þér orku með klæðaburðinu, og er ekki sagt að föt síni innri mann, þannig. Jú. Þannig að þetta er svona síni kannski bara karakteri. Já, þetta er góða punktur, því að ég, það kom tímabilið mitt þar sem ég var mjög duglegur að klæða mig litríkt, Já. Gerið það alveg stundum með þá, og mér er gaman einmitt að sjá, stundum að sá alveg, bara viðbröðun af fólki, það er einhvern veginn svo alveg sama hvort að fólk sé að spá í, þú veist, að maður sé asnalegur, eða bara, fólki finnst það, þá er einhvern veginn, bjartir litir hafa alveg... Það hefur jákvæð orku, ég held að það gefi svona þessi jákvæða ströyma frá manni, og fólk það tekur eftir þér að sjálfsögðu þetta er gert, þú fekur athygli innan sérstaklega heima að það eru allir mjög klæddir í sambærilegt eða svona í normið, en þegar klæðir út úr norminu þá svona tekur fólk eftir því, það er alveg bara eins og við vitum að tala það. Hvað er einmitt? Það er eitt af því sem ég langaði svolítið mikið að tala um við, þetta með normið og fara út fyrir boxið og því að ég fylgst með þér á samfélagsmiðlum og vekkferðinniðinni og það er alveg óvægt að segja að þú þorir að fara út fyrir boxið og ég veit, þú veist, vini mínir og fleiri sem hafa ferð að fylgja þess að bara ég veit að glaður og jákaði þessi þorir bara að vera hann sjálfur ekkert að pæli hvað fólk er að hugsa Nei, ég vil gera það ekki ég bara fæ eitthvað hugmynd í hausinn þá bara gerir það, ég er bara þannig og ég hef ekkert verið mikið að hugsa út fyrir kannski hvað aðrir er að spá ég að fara að gera og annað, eða hvernig ég funkar eða hvað, ég auðvitað fæ ég fullt að skilabúðum annað hversu kjánalegur ég er, asnalegur og allt þetta það fólk er alveg að láta mig vita því sem er eitthvað á móti því að ég sé ekki að gera það en það er bara þannig, það er bara gott að blessa með það en málega bara, mér er alveg saman það ég læt ekki á mig fá, menn að ég vil bara vera ég sjálfur og bara njóta þess að vera til En hvað því að ég verði að játa mann verður alltaf betur og betri en í gegnum tíðina hef ég verið mjög langt frá því að vera svona, þú veist, ég held að ég komi svona frá þeim bakgrunn úr æskunni minni að ég vera rosa mikið að pæli áliti annara. Já. Svo náttúrulega kaltæðina örlagan að maður endi síðan í fjölmiðlum og þannig að allir sé að hafa einhverja skoðanir á mann eitthvað. Já. En hvað, hefur alltaf verið þannig? Nei, ég get alveg viðurkennt það, ég er frekar feimin típa með þess að ég er mjög feimin. Almennt séð er ég mjög feimin og lokaður,
en þetta svona gefur mér ákveðna útrás fyrir það bara að ég segir svona gefa frá mér þá fæ ég credibility til mín sko líka þetta bara svona, þú veist, ég fæ góða ströma og þá liftist ég upp, skilurðu auðvitað kannski þetta viss athyglisíki og eitthvað svoleiðis en mér alveg saman það, en það þetta meira það uppgert til þess að gefa réttu strömana hver ég skilurðu þannig að, jú, maður trúðurinn, maður en þetta svona, gefa maður vist frelsi að komast bara út í bara að sýna sig, runni, eins og þó en ég get alveg ekki það, ég mjög feiminn típa sko, almennt og að tala við svona fólk og annað út í bæ og annað, ég mjög lokkaður sko þannig að þetta svona gefur mér þetta opnar mig og hjálpa mér að finna mig sjálfan, ef við orðum það bara þannig það svona meira svona í því kannski að fyrir þá sem ekki þekkja, svona Hlynur HJ Elite, hvaðan kemur þú veist, það nafnið þitt á eins og Instagram hvaðan kemur það? Það eiginlega gerði ég bara núna þegar ég var út á Kýpur það datt mér þetta nafn í hug sko. Fyrsta lagi náttúrulega getur engin útlendingur borið nafnið mitt fram Hlynur Hlynur það kemur alltaf mjög fullur út Leonard, ég hef verið kallað Mayball ég hef kallað ymsum nöfnum sko, það bara getur engin sagt Hlynur því þetta HL, þessi hreimur HL það kemur mjög asnalega út í enskunni sérstaklega Solvi, ég að reyna að hugsa með nafnið mitt sko, Solvi það er stundum eftir fólk sko. það kemur alltaf Hilnur það er mjög algengt þannig að HJ náttúrulega bara Hlynur Jónsson þannig að það er náttúrulega bara basic bara skamstöðunin á nafninu mínu sko og Elite kemur að því ég var nú að vinna út á Kýpur á fasteignaskristofu hét Elite Properties og það kemur náttúrulega Elite og svo náttúrulega fannst mér bara Elite passa ágætlega bara við bæði klæðaburð og svona það sem ég var að sýna lúxuslíf og annað, þannig að þetta var bara svona Elite style þannig að HJ Elite bara kom verulega upp frá því þannig að það var bara svona stage name sem ég bjóð til í rauninni Byrjaði varstu byrjaður mikið á áður en þú fórst til Kýpur og bjóst til þetta nafn eða keyrður þetta mikið í gang þar eða? Ég keyrði þetta HJ Elite nafn alveg rosalega mikið í gang og Instagram-reikningi minn á því út á Kýpur sko en á undan var ég náttúrulega búin að vera í fitnessi og ég var búin að vera í einhverju svoleiðis á undan að reyna að promóta á þeim markaði sko þannig að en þá var ég bara Hlynur með þess að undir nafnum Hlynur Æsvitt á sínum tíma Alveg rétt ég man eftir þar það er svona upphafið sem ég byrja á svona samfélagsmiðlum að promóta mig það er undir Æsvitt nafninu þannig að hvað hvernig var á Kýpur? Æðislegt, draumur í dós algjör draumur í dós og bara paradís á jörðu ég einu sagt falin demantur Miðjarðarhafsins Já, ég hef aldrei komið sko, bæði Malta og Kýpur þó ég sé búin að fara til 60 landi og aldrei komið til Möltu og heldur ekki Kýpur. Nei, ég hef ekki komið til Möltu reyndar. En Kýpur náttúrulega miklu nær Ísrael og Tyrklandi og þetta eiginlega bara nálægt Miðausturlöndum. Já, þetta bara alveg við Miðausturlöndin sko. Þannig þetta bara við Tyrklandstrendur í rauninni. Hún eiginlega bara Kýpur bara við Tyrklandstrendunar alveg. Varstu er ekki aldrei mikið af múslimum það þá? Jú, þetta náttúrulega eiginni skipt í tvennt. Það eru 2 lönd á þessari litlu eyju, eru 2 lönd, það er Suður-Kýpur og Norður-Kýpur. Norður-Kýpur sem ég var á tyrkneski hlutinn og svo það Suður-Kýpur sem þá gríski hlutinn, það er undir Gríklandi og það er Evrópuríki, það er sérst Evrópusambandsríki, en ekki Norður-Kýpur. Það er undir Tyrkjum og Tyrkjar ráða rauninni basically meira undir því. En trúalega séð það voru þeir á Kýpur ekkert mikið þannig séð í einhverjum ákveðnum rituala eða eitthvað svoleiðskulir. Það var bara, allir máttu bara vera nokkuð frjálsir. Já, svo mjög svipað hérna heima bara sko, þannig. En hvernig var það ég mani ég sá þig einmitt þegar þú varst á Kýpur og að selja fasteignir og ég hugsaði sko það er hard sella að ætla að fara að selja Íslendingum fasteignir á Kýpur af því að við erum svo vanaföst sko. Við sækjum í bara eitthvað sem er bara eitt flug. Já. Það er bara spátt. Það er bara spátt eða eitthvað sem er bara eitt flug. Og mann eftir að koma á tímabila sem við vorum svolítið, það sem voru beinflug til Búlgari og Króatí og þá er einhverjum farnar að kaupa fasteignir þar sko. En leðu beinuflugin hætta, þá bara er... Já, það verður, þetta vefst fyrir fólki, rosalega mikið að taka þetta millilendingaflug sko. Þannig að það er svona, virðist alltaf flækist fyrir fólki.
Varstu að ná að... Já, ég náði að það Íslendingar sem keyptu úti og eru Íslendingar sem búa úti núna ennþá, sem að mein félagi minn sem býr úti núna, sem á 2 fasteignir og býr hann úti og bara líður vel. Hann kom 1,5 ára eftir mér, þannig að hann ennþá og hann ekkert að koma heim aftur, skilur hann vel. Ok. Þannig að jú, það keypti fólk hérna heima og keyptur lúxusvillu með sjávarsýn og fjallasýn og annað og þannig að það gekk. En ég segi að það og það sem fólk heillaðist að þegar kom út, eins og ég sagði við fólk að koma bara út og prófa að vera hana, en þess að þið muni ekki vilja fara tilbaka þegar þið eru búin að koma. Hvað er það? Það er alltaf augljóst veðrið. Augljóst er náttúrulega miðjarðarhafsveðri og miðjarðarhafsfílingurinn. Fyrst og í öðru lagi náttúrulega þetta er eitt öruggasta land í heimi. Það er engi glæpir hana. Ok. Þetta er bara mjög fái glæpir og þetta er eitt öruggasta ríki í heimi. Þannig að ég hef sagt margoft að það er bara það er engin rændur að neitt sko, það er allir bara vinna sína sko, og þetta er svo lítið samfélag, þetta er svona minnir á bara lítið smábæðafélag hérna á Íslandi sko, það sem allir þekki alla og allir eru bara, þetta er mjög þétt samfélag, afslappað, mjög afslappað og það er ekki annað Íslandingur öðru hverju honni. Er það pluss eða mínus? Og sumir Íslandingar að leita að öðrum Íslandingum þegar þeir færi sóluna. Það er svona, já, en það er sem fólki sem keyptu mér til þeimis, að þau einmitt voru heilluð af því að það voru ekki Íslandingur öðru hverju honni. Þú fékkst að kynnast samfélaginu sem slíku, ekki að þú væri með Jóa frænda í næsta honni, sko. Jóa frænda. En akkur varst þú að fara til Kýpur? Þú veist, maður bara hugsa, hvað fær einhvern mann á Akureyri til að fara allir að selja fasteign frá Kýpur? Já, fasteignasalan kom mér inn í seinni tíð, sko, menn ég var úti. Ég var alltaf úti í 3 ár, sko. Ég ræði mig fyrst út til þess að vera svona resort manager, að setja upp sem bókunarkerfi vanna fyrir hótelan út á Kýpur. Ok. Og það var bara tilvíðin ég fekk það starf sko. Í einni svona skoðunarferð sem ég fór til að kynna mér Kýpur og þá enda ég að tala við verktaka og hann bauð mér starf í þeirri ferð og ég bara 2 vikur seinna ég flogin út og fekk þá vinnu en svo kemur COVID. Já, þetta var fyrir COVID. Já. Og lokaðist allt á Já, svo lokaðist það fyrir ferðamenn og þennan náttúrulega hótel ferðamann að geyra að þá náttúrulega bara blokkarast það og Þeir eru að hugsa núna að þú varst út á Kýpur í COVID? Já, ég var út á Kýpur í COVID-inu, í lockdowni og öllu þetta, menn það var... Hvernig voru reglunar? Var þetta hérna... Það voru mjög strikt, sko. Já, ok. Það voru bara, þú varst bara heima og lögreglu fylgdi í búðina og lockdown alveg og... Það er svolítið. Já. Það var mjög þungt. En hérna, akkur komst þú ekki heim? Þú veist, hvað vekki þess að... Ég eiginlega bara vildi ekki alveg gefast upp á þessu lífi og ég vildi vera meira að úti, þannig að ég var svona að finna mér leið svona hvað ég geti gert til þess að vera hana. Þannig ég fór að byrja svona að hugsa hvað ég geti gert og maður var að byrja að fara að búa til kannski svona ferðir og annað fyrir fólk að fara að gæta ferðir úti og taka fólk út til mín og eitthvað svoleiðis. En náttúrulega eins og svo var bara framlindist alltaf COVID og það var alltaf að breytast og eins og við vitum þetta ferðatilögur og allt þetta. Þannig að þetta var allt í einhverjum krókaleið. Þannig að og ég fer svo í samstarf með þessari fasteignaskrifstofu sem í rauninni hitti hana gæja sem að rak þá skrifstofu og hann bauð mér bara að koma inn undir þeirra nafni en samt sjálfstæðsstarfandi í rauninni sko. Þeir bara máttu nota nafnin og lögfræðinga og allt svoleiðis til að hafa þetta legit sko, þannig að þetta var ekkert vandamál. En hvernig er að vera, sko, þú ert núna, þú varst að segja frá þér í bænum að því þú varst að taka við starfið sem hótelstjóri og þú segir hérna resort manager, þannig að þú ert í grunninn hérna þjónustu geiranum eða... Já, ferðaþjónustu og þjónustu gera, já. Ég er meistari í framleiðslu, meistari þjón og hef eiginlega unnið við þjónin síðan ég byrjaði að læra bara frá því ég var 15 ára inn á Akureyri, að þá byrjaði ég að læra. Ætlaði við sér upphæðulega að vera bakari en ég fór samt í þjónin á endanum og vann við veit ekki að gera hann í alveg hartnær, já, þetta 20 ár. Hvernig er þessi geiri núna, sko, því maður alltaf bara eins og datt niður í COVID, en bara eins og síðasta sumar, þá var Ísland eiginlega bara uppselt líka því, sko. Já, og það var eiginlega miklu meira að gera í fyrra heldur en í þessu síðasta ári heldur en fólk reiknaði með, bæði mannskaplega sig og annað, það var bara miklu meira að gera heldur en að fólk hættu vona. En hvernig er sko eins og núna, Hótel Arnarstapi, Snæfellsnes, þú veist, það er náttúrulega væntanlega stærstur hlutin af þeir sem koma eru útlendingar.
túristar. Hvað er hérna, hvað þarf að gera til að hafa upplifunum sem besta fyrir fólk og þú veist, hvað maður hugsa bara, maður er að fara að taka að sér svona starf að vera að stýra hóteli á Snæfellsnesi sem náttúrulega eitt fallegasti staður á Íslandi og svona. Hvað er triksið? Þjónusta. Það er alltaf bara, það er þjónusta. Gæða þjónusta og þá beina ég það að veita kúnanum bestu upplifuna er að veita bestu þjónustuna. Okay. Og það er alveg eins og ég hef alltaf sagt á veitingastöðum og allt það að góðu þjón og góð þjónusta getur gert matinn 10 sinnum betri. Það getur bjargað vondu mat, þjónusta. Ok. Og hvað er triksið í að veita góða þjónustu? Já, það er að reyna bara að lesa kúnnanum sína. Þú þarft að vera góður í því að finna touchið á kúnnanum og þetta leysur vandamálum á þess að vera með einhverja stæla og tiktúrur, brosa, gefa jákvæðni og allt þetta skilur. Þetta er náttúrulega grundvöllin er það að vera, að leyfa fólki að njóta sín skilur. Ekki að vera með það að þú sért að gera þetta einhverju skildurækni, heldur meira að þú sért að gera þetta af ástríðu. Akkurat. Þannig að það er eiginlega grunnurinn er það að þú verður að sýna ástríðuna í starfi til þess að fólk upplifi sömu tilnefningu til þín skilur. Tiktúrur, það er gott orð maður. Langt síðan ég heyrði þetta orð. Tiktúrir. Mér langar að fara aftur í samfélagsmiðluna. Já. Dansvídeóin þín og svona. Já. Þú veist, hvernig verður svona myndband til? Það sem að þú ert bara algjörlega, þú sjálfur að dansa við eitthvað foss eða eitthvað. Þetta spratt upp aftur út á Kýpur í COVID-tímanum. Það voru allir náttúrulega rosalega niðurdregnir, allir í þunglindi, allir að hugsa í ykkur bara, þetta væri bara ömurlegt líf, bara basically. Og mér fannst ágætis markasleið að gefa eitthvað jákvæða straum á þessu tíma og pluss það að sína land og þjóð sem að ég náttúrulega byrjaði út á Kýpur að dansa þessi vídeo á köstrunum, á minjum og annað var að sína náttúrulega umhverfið. Akkurat. Pointið var náttúrulega ekki að ég að dansa að hoppa einhvers staðar, pluss það að ég náttúrulega engin dansari, þannig að það er þannig að við tökum það alveg skilt fram, en það er bara málið var það að reyna að fá athyglinna á raunni á svæðið en með einhverju svona tvisti. Þannig þetta var bara markasherferðin mín til að kynna Kýpur var þetta. En eins og ég hef sagt líka að ég náttúrulega vörumerki sem var að selja vöruna. Þannig þess vegna var ég náttúrulega að vera í vídeónum og ég var einhvern veginn að koma tengingu við landið, mig og annað. Þannig að þetta var bara markasherferð hjá mér í rauninni. En aftur þetta mér finnst þetta bara því við lifum á tímum þar sem að það eiginlega allir á samfélagsmiðlum. Og það er svona misjant hvernig, maður sér bara hvernig fólk setur sig þann út, mjög margir eru bara, kannski að setja taka einhverja myndir og setja einhverja mynd út, sumir taka vídeo af öðrum, bara það að fólk fari og sé að tala í mynd sjálf. Það getur verið mjög erfitt. Það er bara fyrir mjög marga eitthvað skref sem að margir taka aldrei, af því þú hugsar bara fólki ég held að flest, fyrsta lagi það þurfa ekki allir að vera á samfélagsmiðlum og bara flotta sumir bara nenna þess ekkert. En ég held að þessi margir sem að sem að fara að hugsa að það gæti alveg verið jafnvel þeir sem einhvern veginn samfélagsmiðlar er ekki fyrir mig, þá þetta samt æfing í að því ég held bara, maður getur farið í gegnum bara skólakerfið og allt saman og maður þarf jafnvel aldrei að halda fyrirlestrar fyrir framan fólk, maður þarf aldrei að gera neitt fyrir framan fólk og síðan bara búið að gera stúdíur á því að það sem fólk óttast mest er að koma fram fyrir aðra, Það er að segja að vera dæmdur. Við vera einmitt fá gagnrýnina. Þannig að bara þetta munur að vera að tala í mynd og yfir í að vera síðan komin eins og þú bara í einhverju litlu landi og ekki bara í litlu landi heldur býrðu líka á Akureyri. Skilur ekki, gef mér það að fólk á Akureyri þekkir dálítið hvort annað og ég er mjög þekktur á Akureyri allavega. Og hvað er þá þegar maður segir bara, nú ætla ég bara skella mér út og það mun fólki finnast einhverjum muni finnast þetta asnalegt. Já, og ég vissi að bjóst alveg því og ennþá með þess að í dag, skilur þegar ég fæ ykkur flippkosta þá fæ ég ennþá bara guðminn hús asnalegur, hús kjánulegur, skilur allt þetta, ég fæ þetta alveg, Fólk að senda þetta á þig? Já. Hvað vinur og kunningjar er það? Nei, bara ykkur random fólk, skilur og með þess að ég alveg fengið bara fullt af ljótum hlutum manna sem ég hef ekkert látið út, skilur því að ég lagði upp með það þegar ég byrjaði á þessu að það fer bara jákvætt efni inn á mína samfélagsmiðla, Geggjað. Og það sem kemur neikvætt
Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.